Já. Já, kæru gestir. BI í Fjarðabyggð hér. Hálfleikur, seinni hálfleikur að byrja. Liðin að ganga inn. Staðan 2-0 fyrir BI. Pétur Bjarnason með fyrramarkið eftir skalla og Nigel Kwasi með seinna markið. Þetta stefnir í annan sigur tímabilsins hjá BI. Það bara flott hjá þeim. En Dagur, kannski við rennum yfir byrjunarliðin. Já, skulum gera það. Í markinu hjá BI... Mér sýnist engar breytingar vera hér í hálfleik. Nei, engar breytingar. Já, við byrjum hérna. Já, í markinu hjá BI Daði Freyr. Já, og síðan í vörninni eru Ondó, Elmar Atli Garðarsson, Aron Volker og Daniel Badu. Nú á miðju eru þeir Nigel Kwasi, Pétur Bjarnason og Viktor Júlíusson, Aron Volker. Og síðan eru hérna, Rothschild Junius Prevalus. Og frammi er Pape Mamadou Faye. Þetta búið að vera frekar daufur leikur, en svona BI búnir að nýta sín færi og annars ekki mikið búið að gerast. Byrja hérna með pressu í BI. Og skiptingin yfir hérna. Pétur Bjarnason fer fram hjá honum hérna, já. Brotið á honum. Slöpp sending hjá Elmari. Hákon Þór Sófusson. Missa boltan hérna. Nigel Kwasi með sendinguna hérna á Pape. Þeir ná boltanum á honum. Daniel Badu með sendingun á Nigel Kwasi og Viktor hérna missir boltan. Emil Stefánsson með minn maður með sendingun upp hérna. Þetta glæsilega gert hjá Elvar Inga og þeir vinna innkastið. Þetta var svona fyrirhálfleikur í hnotskurn. Já, þetta svona var einhvern veginn miðjur hnoð og ekkert að gerast og síðan fá kannski BI hérna 2 færi og nýta þau. Sem þeir kannski gerðu ekki í sumar. Enda bæði lið ekki að keppa upp á neitt, sko. Já. BI náttúrulega fallið og Fjarðabyggð bara hérna í miðri deild. Já. Þetta bara svona, sko. Daði hér á Elmar. Elmar tilbaka á Ondó.
Hondo með þetta, já. Já, glæsilega gert hjá Papp, brotið á honum. Aukaspinna fyrir BA. Það er Mílos sem brýtur á honum. Og Mílos að fá gult spjald. Já, hvað er þetta fyrsta spjaldið í leiknum? Já, er það ekki? Já, er það ekki? Jú. Það held ég. Það er Nigel Quassi sem ætlar að taka þessu aukaspinnu. Já. Sjáum að hann getur tekið með bæði hægri og vinstri. Jú, jú. Það er spillan í teig. Þetta er eitthvað á engarsvæðinu. Það gekk ekki upp. Það gekk ekki upp. Það var rángstæða. Það var rángstæði í þokkabót. Klauvalegt. Já, þetta fer bara út af hérna hjá þeim. Já. Og Junior. Já. Daniel Batu með sendinguna fram á Papp. Og Nigel tekur hann fram hjá. Og Fjarðabyggð vinnur boltan og skyndisókn. Elmar Atli brýtur þarna. Já, þetta er þetta ekki klárbrot? Jú, eða ekki. Já, það er rángstæði hérna. Daði Freyr með spinnuna. Náttúrulega eitt sem er hérna svolítið skrítið hérna sem við sjáum. Það er að þjálfari BI, Jón Hálfdán, er ekki í kvartbuxum í dag. Nei, það er kalt úti. Hann er náttúrulega frægur fyrir það, að vera í kvartbuxum saman hvernig veðrið er. En hér eru Fjarðabyggð í sókn og það er sendingin í teig og Ondo og hann skallar þetta í burtu. Kemur Papp. Það er ekki mikið búið að gerast í þessum leik. Þetta er, hvað, aukaspinna? Jú. Batu á Papp og þeir missa boltan. Andri Þór Magnússon gerir vel þarna. Batu tilbaka á Daða. Daði á Viktor, tekur hann niður hérna á miðunni. Já, þetta var ekki góð skipting.
Mílos setur hann beint út af. Var þetta Mílos? Já, þetta er Mílos. Það er skipting af Fjarðabyggð. Leikmaður númer 10. Viktor Örn að koma inn á. Spennandi að sjá hvað kemur út af. Er það minn maður? Nei, það er... Þetta er hérna... alveg rétt, númer 4. Martin Sindri Rósendal. Við þekkjum hann nú. Náttúrulega... Nei, þekki hann ekki. Já, þeir eru að ná að halda boltanum ágætlega í þessum leik. Miðað við svona í undanförnum leikjum kannski. Já. Alveg ótrúlegt hvað eru komnar hérna margar aukaspennur í þessum leik. Já, hann lætur leikinn ekki fljóta mikið, dómarinn. Nei. Kannski fær einn mínus fyrir það frá mér. En ég er náttúrulega bara að fluga vegg í þessu máli. Ég er ekkert hérna... Ég er engin hérna staðfestning á þessu, sko. Við erum að vilja fá Hér er brot. Fjarðabyggð sókn og það er Skall. Brynjar Jónasson sem skallar hérna út af. Var ekki brotið á Sigurgeiri Þetta þarna? er líklega eitt hættulegasta færi Fjarðabyggðar í dag, er ekki? Jú, þetta er bara þeirra hættulegasta færi. Þetta er nú ekki mikil hætta sem skapaðist þannig. Nei. Sigurgeiri eitthvað meiddur greinilega. Fekk eitthvað höfuð höggana. Það er nú engin miður á bekknum hjá BI. En Elmar getur nú farið. Elmar getur farið. Það sem bæjarbúar er að vonast eftir er að hérna Súat sem er á bekknum hjá BI kom inn á. Súat Semram. Hann er ungur efnilegur strákur. Fæddur 1998. En svo 2 strákar í liðinu núna hjá BI. Mikið rétt. Daði með útsparkið. Og það er vitaskuld Pétur sem að skallar hann á Papp upp á Junior. Klauvalegt hjá Junior. Klauvalegt, já. Hann er með alla línuna fyrir fram að sig. Er samt rangstæður. Dómar lengi að dæma. Já. Hann er Það búinn að vera liggur það þarna, svolítið. Já. það liggur ykkur Það er eftir. eitthvað höfuðhögg. Það er bara þjálfarinn sem fer inn á. Já. Hver er þetta sem liggur? Ég sé það ekki. Erfitt að sjá þegar hérna Sýnist hann vera með blóðuna sér. Náttúr fer fyrir, sko. Hann hefur fengið eitthvað högg á andlitið í baráttunum við Pétur þarna. Já. Lítur ekki vel út. Hann lítur að harka þetta á sér. Sterkur strákur. Já. Er þetta Mílos sem leikur? Nei, er þetta ekki... Sýnist vera skipting. Það er eitthvað að ná í einhvern búning hérna, heyri ég. Það er blóð á búningnum. Já, já. Það ætlar að skipta um búning. Það er skiptingin. Það er eina skiptingin. Það er bara sýning hérna, kroppa sýning. Já, hann er með blóðn á sér. Já. Náttúrulega má ekki vera neitt blóð á leikmanni inn á vellinu, sko. En leikurinn heldur áfram hérna. Elmar Atli með skallan á Pétur.
Eins og við sáum í fyrra markinu þá var Elmar Atli með stóðsendingu á Pétur. Ef ég man rétt, það ekki? Jú, Já. mikið rétt. Það var glæsileg samvinna hjá þeim tveim vinnunum, jafnöldrunum. Súðvíkingurinn og Bolvíkingurinn. Já. Sveitastrákanir. Sýnst að vera Mér sýnist þetta vera hendi á- Bjarni Mark Antonsson sem að er utan vallar. Já, já. Innkast sem fer þetta á. Jóhann ætlar að taka langt innkast. Já. Sjáum hvernig það hefnast. Innkast inn í teig og það er Pétur Bjarnason sem skallar hann frá. En það er skot og það er langt yfir. Emil Stefansson. Bjarni er ekki ennþá kominn inn á hann, er ennþá eitthvað, blæðir eitthvað á nefn á honum. Já, þetta hlýtur að vera, hafa verið ágætis högg sem hann hefur fengið á þessu drengunni. Já, Það er Junior allir á úti. Nigel og Nigel með glæsilega sendingu á Pab, tekur hann niður og Junior af hverju klárar hann því? og hann skýtur framhjá. Þetta höfum við séð gerast oft í sumar. Já, hann var erfitt með að Því klára miður. færin drengurinn. Hann er ekki búinn að klára mörg færi. Nei. Aðstoðardómarinn gaf Bjarna ekki leyfi til að fara inn á, var ennþá blóð á honum. Já. Já, hann er kominn inn á Hann er kominn inn á. Og Junior á Daniel. Daniel á Sigurgeir, segi ég. Og Viktor. Og innkast sem B.J. Þeir vinna boltan hennar Fjarðabyggð og innkast. Já, þessi leikur hefur svolítið einkennst af innköstum og aukaspyrnum. Já, Boltinn er meira og minna ekki búinn að vera í leik. það er líka hvasst úti. Já, það er hvasst. Já, svona. Býði nú við, Kyle. Það var Gerðu vel. hættulegt. Já, vel pressað hjá Pétri Bjarnarssoni. Og Ondo tekur hann hérna af Viktori. Menn eru mikið að renna. Já, hann er Hann eitthvað blautur í völlum. hann rigndi virðist hann. mikið í nótt. Já. Og skotið í varnarmann B. Og það er Brynjar, tekur hann niður hérna. Og Brynjar, Daði tekur þetta. Og Junior með boltan á Pab. Hann er sterkur strákurinn, en hann missir hann út af. Og Elmar Atli vinnur boltan. Færir hann yfir á það.
Og Daði á Daniel. Stungan hérna á Pab. Og Pab, hann missir hann. Já, hann nær honum. Já, hann ennþá með boltan. Og hann ennþá með boltan. Emil nær ekki boltanum á honum. Og hann ekki ennþá með boltan. Og Pétur á Nigel. Nigel aftur á Pétur. Þarna á hann að fara sjálfur strákurinn. Hvað gerir hann? Já, þetta bara hættulegt. Sjáu þið Pab. Og Pab með boltan, þetta ekki búið. Hann á Pétur. Og Elmar. Elmar í Pétur sýnist mér. Þetta hættulegt. Þeir vilja fá hendi. Aron Walker og hann missir boltan og það skyndisókn. 3 á móti reyndar. Já, þeir eru búin að vinna boltan. Þetta vel gert hjá Daniel Badu. Þetta var aldeilis hætta sem myndaðist þarna í teiknum. Já, frábælega gert hjá Pétri Bjarnarsinni. Já. Hann snöggur strákurinn. Sterkur. Hann á að keyra svona inn, sko. Já. Daði með sendinguna beint út af. Sending beint út af. Fjarðabyggð vinnur innkastið. Og skot lengst framhjá. Nei, hann dæmi markspyrnu. Útsparkið hjá Daða. Og nei, þeir vinna boltan Fjarðabyggð. NBA vinnur hann strax aftur. Og Viktor á Junior. Þeir missa boltan. Fjarðabyggð vinnur hann. Það Stefán Þór með skrýtna sendingu. Jú, hann nær þessu. Hann nær þessu, jú. Það Jóhann. Já, vel gert hjá Jóhanni á Stefán. Stefán með hann hérna á Brynjar, en hann missir boltan. Já, mjög mikill misskilningur. Þetta er ekki brot. Hlaupa þarna hvora annan. Hlaupa hvora annan og þessi línur er bara vorkinn að þeim. Já. Og Daniel Badu. Já. Sjáum að Nigel Quasi að spila nánast sem frammeri hjá BI. Já. Hann og Pab saman þarna. Það er það ekki aukaspyrna sem Fjarðabyggð á hérna? Jú. Það getur verið hættulegt. Þeir eru náttúrulega með Brynjar í teignum. En hvað, er hann ekki búinn að skora? Hann er búinn að skora í sumar. Jú, hann er ekki komið með 9 mörk. Já. Það er bara flott. Og það er aukaspyrna beint í vegginn. Það var lélegt. Já. Hann fær annað tækifæri og aftur setur hann í varnarmann. Og BI vinnur boltan. Skyndir svo 3 á móti 1. Hann hlýtur að senda á Pétur. Nei, hann er langt fyrir innan drengurinn. Já, þeir eru komnir tilbaka hérna. Eru það hann í sendina eða hvað? Nigel. Aftur á Pab. Lélega illa gert hjá honum. Það átt að senda á Pétur þarna fyrr. Já, en Pétur var hins vegar kominn fyrir innan síðan. Hann var alveg 2 metri fyrir innan hana. Já, ég sá það ekki. En þeir eiga hornspyrnu þó. Já, þó. Jú, það er hornspyrnu. Nigel sem tekur hornspyrnu. Og Nigel inn á Ondo. Ég held að þessi var inni.
Kyle grípur þetta. Já. Lélegt útspark, beint á Junior á Viktor. Og það er brotið á Junior. Já, þeir eru einhvern veginn eru bíðið að halda boltanum en missa hann samt alltaf en ná hann síðan aftur. Þetta er svolítið búið að vera svoleiðis, sko. Það skipting á Fjarðabyggð. Það er leikmaður nr. 25 sem eru komið inn á, Ingvar Ásbjörn. Ingvarsson. Og út af kemur minn maður, sýnist mér. Nei, þetta er ekki hann Emil. Einar. Hvað er það að tala um? Emil, er ekki Emil þinn maður? Þetta er leikmaður nr. 17. Það er hann Hákon Þór Sófusson. En minn maður er að sjálfsögðu hann Brynjar Jónas. Jónasson. Já, Jónas. Ég veit að hann efst. Elmar á Ondo. Það var eins og að segja Ragnars. Andri vill fá sína menn vor. Og Pétur hérna með skallan. Og Viktor Sigurgeir. Einhverjum vandræðum. Og Daniel Batu hérna, hann missir boltan. Viktor á Pap. Pap aftur, nei, missa boltan. Þetta er... Það er ekki mikil gæði í þessum leik. Nei. Því miður. Og Ondo nær ekki að skilja þessu út af og það er horn fyrir Fjarðabyggð. Fullt af krökkum með körfubólu. Já, það er gaman að sjá það. Það er líf og fjör í bænum. Þetta gæti orðið hættulegt, því miður. Dómarinn segir að blæði ennþá á Bjarna. Já. Eða hvað? Er hann eitthvað vankaður? Mér sýnist blæðið úr honum. Það er byrjað að leggja hana, ekki? Jú, mér sýnist það. Já, dómarinn segir hann þarf að jafna sig í smá stund, heyrðist mér. Hlýtur að vera að leggja eitthvað ennþá. Já, það er blóð þarna. Það er óspilna. Og Daði slæðir hann út af önnur hólspilna sem Fjarðabyggð á. Það er Jóhann Ragnar með hornið. Og Pétur skallar þetta frá. Nú aftur. Það er skiptað yfir. Jóhann Elmar brýtur á honum eða hvað? Dómarinn leyfir hagnað að reglunni. Já, og það er mark. Fjarðabyggð er að minnka munin hérna. Emil Stefánsson með markið sýnist mér. Já. Þetta er svona, við getum sagt að þetta sé fyrsta færið þeirra. Já, eða... Fyrsta skot á markið, jafnvel. Gæti verið, jú, það gæti bara vel verið. Ekki verið mikið að gera á honum Daða í dag. Nei. Bjarni er komin aftur inn á. Skoruðu þetta mark einum færri Fjarðabyggð. Já. Sumir segja að það sé ákveðin galdur. Já. Að lið fái svona auka kraft við það, sko.
held að það sé nú bara eitthvað skrítin kenning sko. En þeir missa boltanina strax Fjarðabyggð og Daði. Já, taktar í honum. Skemmtilegt. Já. Það er bara að spila hérna á milli sín í vörninni, Fjarðabyggð. Og Kæli með langan bolta. það er spyrna fram, þetta er hættulegt. Daði missir hann. Daði missir á honum. En hann er að bjarga þessu. Þetta var hættulegt. Dauðafæri á Elvar Inga. Þetta var hættulegt. Klaufalegt að Daða. Já. En hann er að bjarga þessu drengurinn. Það er fyrir öllu. Hann er reiður út í sjálfan sig. Útsparki beint á Fjarðabyggð. En B vinnur hann. Og Fjarðabyggð vinnur hann aftur. Og Nigel á Pétur. Nigel missir boltan. Já, brotið á leikmann nr. 25 Ingvari Ásbjörni Ingvarssoni sem kom inn á hann. Það er Jói sem að tekur þessu aukaspyrnu. Jói er ekki með spyrnun í teig. Og það er vel gert hjá Daða. Þetta er hættulegt. Já. Já, það virðist vera komin svona eitthvað kraftur í Fjarðabyggð. Já, þeir eru búin að vera betri núna síðustu mínúturnar. Þeir eru að fara að halda boltanum. Já. Skemmtilegu klópi. Skemmtilegt að sjá hann Jóa Ragga. Hann er í hérna sér skónasammenningu. Ég átti svona skó á árum áður. En þetta er Predator frá hérna, Adidas Predator frá held ég árinu 2005, ef maður rétt. Já. Þetta er antík. Antík, og hendur þess ekki. Hann er eitthvað meiddur hann að... Elvar Ingi eitthvað. Já. Emil með sendinguna. Og Elmar á Pétur. Pétur fyrir vandalega fram hjá hann, já. Gerir það á Nigel. Þetta getur verið hættulegt. Nigel á Pétur. Pétur á Það er vinna boltan hérna. Það koma Fjarðabyggð. Það er Jói. Jói Ingvar. Ingvar með hann inn í teig. Viktor vinnur þetta. Viktor á Papp, hann tekur skemmtilega á mótunum á Junior. Junior er hraður. Hann er fljótur. Þeir eru 3-2 hérna. Og Junior, léleg sending. Enn og aftur eru þeir að klikka á þessum skyndisóknum. Það eru vel gert hérna hjá Ingvari. Ingvar fer bara sjálfur. Nei, hann sparkar í boltan og dettur. Stígur hérna á boltan, þeir liggja hérna 2. En Jóhann vinnur boltan strax fyrir Fjarðabyggð. Og Jóhann með skot sem fer framhjá. Skot. Nigel eitthvað að skamma Junior hérna. Það er Fall sem er að koma hérna inn á fyrir BI. Sergin mótu Fall að gera sig kláran. Já. Slíklegt að Junior sé að fara að velli. Já. Ekki alveg búinn að vera nógu góður í þessum leik. Nei. Og útsparkið beint út af. Aftur. Já, það er skipting. Og það er Pétur Bjarnason sem er að koma út af. Ég held að hann sé ekki nóg ánægður með það. Nei. Það er leikur í öðrum flokk á morgun. Jú. Já, Pétur búinn að vera mjög góður í þessum leik. Hann setti fyrsta markið. Það er líka skipting af Fjarðabyggð. Það er Jóhann sem fer á velli. Já, minn maður, Jói Raggi. Víkingur Pálmarsson að koma inn á. Það er eins og ég segi, Pétur Bjarnason með frábær skallamerkina í fyrri hálfleik. Hann sanna mark í sumar. Já. Hann var auðvitað leikmaður 4. umferðar. Jú. Fyrstu deildarinnar. Þetta er frábær leikinn HK hérna á Tónnesvelli.
Skoraði á, hvað, lagði hann ekki upp líka? Jú, skoraði og lagði upp. Algjörlega búinn að blómstra síðast árið, þessi drengur. Bætt sér alveg rosalega. Já. En þeir eiga aukaspyrnuna Fjarðabyggðarmenn. Það er fóki í þá. Þú sér þeir bruna henni í teig og þeir vilja skora annað mark. Já, þeir komu hingað alla leið til Ísafjarðar til að tapa, sko. Þeir eru vitlausir sýnist mér. Það er spyrnan inn í teig og Daði kýlir þetta út. Og, já, hann fer framhjá bara. Andri með skrýtna spyrnu. Hossi Fugúra að gera sér kláran hjá BI. Það fer enn og aftur beint út af. Útsparkið á Daða. Andri og Kyle hérna upp. Vingur, en Elvar nær þessu. Fall. Léleg sending. Sigurgeir. Missi boltan. Og Brynjar. Elvar inni. Þetta er léleg sending. Já, en þeir halda þó boltanum. Emil. Og það er skotið yfir hjá einhverjum öðrum en Bjarna Mark Antonsinni. Sem er komin í treyju nr. 5. Sem er... Byrjaði leikinn í treyju nr. 23. Sem er sonur Antons, er það ekki? Jú, hann er sonur. Antons Mark Duffield. Það er með útsparki, flott útspark. Það taka ansi mörg útspörk síðust 10 mínútur. Já. Bara að vinna tíma hérna sýnist mér. Já. Enda er það bara skynsamlegt held ég, í þessari stöðu. Jú. Vilja fá brot. Já. Daniel á Junior en það er innkast sem djúpmenn eiga. Enn og aftur innkast. Og Viktor, Sigurgeir og Papp. Innkast enn og aftur. Skipting á BI. Það er Hose Figúra sem er að koma hérna inn á. Hver er að fara á velli? Viktor. Það er Viktor Júlíusson. Er hann að hvíla það fyrir mikilvægan leik á morgun í öðrum flokki? Ætli það ekki. Viktor búinn að vera flottur í svona leik. Fínn leikari á sem 17 ára gamla leikmanni. Hann er efnilegur. Það er enn og aftur innkast. Ég er búinn að vera að telja þetta svona, þetta er held ég 60. innkastið, 60. annað í dag. Og sjá Fall. Og Nigel. Þetta er vel gert, en sendingin frá Nigel, ekkert sérstök. Nigel perraður. Kemur Viktor. Vel gert hjá Elmar, hann les þetta vel á Fall á Hose segi. Og Fall missi boltan. Flott pressa hjá Aroni. Síðan sé góður kokkur, hann Fall. Kemur frá Senegal. Já.
Ingvar. Bjarni með fína skiptingu. Bjarni með skiptinguna yfir hérna. Emil. Flott sendingin í teig. Þetta hættulegt. Elmar bæjar hættinu frá. Það hotn. Þetta enda bara með marki á Fjarðabyggð. Með þetta heldur svona áfram. Já. Þeir ætti að reyna að halda boltanum aðeins betur finnst mér. Bíði. Já. Það hefur sýnt sig í gegnum tíðina að það þýðir ekkert að pakka svona vörn. Nei. Bara endar það með marki. Viktor með hotspilluna. En þetta er skemmtilegt hjá þeim, skemmtileg útfærsla. Hlaupa hérna. Við, það er mark. Brynjar með skallan á, hver er þetta sem skorar hérna? Ég sé það ekki. Þetta er Elvar Ingi sýnist mér sem er með markið. Og minn maður Brynjar með stóðsendingu. Já, hann skallaði þarna í Elvar eða ekki? Jú. Hann samt stýrir boltanum inn alltaf Elvar sko. Þetta er fallega gert. En 2-2. Þetta er alveg merkilegt með þetta. Þeir geta sjálfur sér kennt. Já, þeir geta það. En vel gert hjá Fjarðabyggð. Já, þetta er vel gert það. Ingvar. Ingvar. Og þetta er Aron hérna sem vinnur boltan á Nigel. Nigel á Pab. Fall kemur upp. Pab vilja fá aukaspyrnu. Það var nú ekki neitt. Nei, það var bara hver er sterkari sko. Junior, hann missir boltan. Enn og aftur missir hann boltan. Mér skrítið að hverju Junior er ekki farin út af. Já. Skipting yfir á Ingvar. Ingvar tekur Elmar á. Og með sendinguna fyrir. En Ondo skattar þetta í burtu. Og Fall sömuleiðis. Brotið á honum. Bjarni Mark brýtur á honum. Ondo með sendinguna fram. En þeir vinna boltan strax aftur Fjarðabyggðarmenn. Brynjar með flikkið hérna tilbaka og hættulegt að Sigurgeiri. Þetta var hættulegt. Vel gert hjá Daða. Brotið á Horsi. Það er Brynjar sem brýtur á honum. Brynjar virðist eitthvað meiða sig. Það er alltaf Já, stendur upp. Þetta er ekkert að honum. Hann kemur væntanlega bara langur bolti frá Ondo. Já. Og Pab. Já, þeir vinna boltan Fjarðabyggðarmenn. Vel gert hjá En Elmari. Elmar vinnur strax aftur á Elmar og Nigel. Aron Volker. Á Daniel Badu en Sendingi fyrir aftan hann. það hægir svolítið á leiknum. Það er innkast sem býði á. Og Daniel Badu á Nigel. En Nigel missir hann. En þeir vinna þó aftur. Og Hósi yfir á Elmar. Elmar Atli með fallegan boltinn í teig og það er fall hérna. En Kyle með langa sendingu. Láta hann skoppa. sem er alltaf hættulegt. Já, þetta er brot.
Fannst það nú brjóta þarna undan á Aroni. Já, menn geta deilt um það. Það er Viktor sem ætlar að taka þessu aukaspyrnu. Vegurinn líklega aðeins langt frá. Þetta er léleg aukaspyrna. Og það er útspark. Pap eitthvað pirraður. Já, það er einhver pirringur í mönnum. Sjáum það bara. Pap flott móttaka hérna með enninu. En það er innkast sem býði á Elmar á Pap. Hann lesi þetta einhver en vel gert hjá Elmari. Elmar á Fall. Léleg sending á Fall. Elmar með... Það er hagnaðarreglan hérna. Og Junior. Hann getur nú tekið sprettinn allavega. En hann lætur... Já, hann missir boltan. Innkast sem býði á. Elmar að fá gulspjald fyrir brotið að nóðun. Líklega rétt. Stoppar skyttir svo. Fór aðeins að hátt með fótinn. Já. Já, 90 mínútur búnar á leiknum og aðeins uppbótartími eftir sem er líklega 3 mínútur. Jú, það voru 3, heyrðist mér. Heyrðist það. Þetta er vitlaust tekið. Já. Það er bakrendi að kenna. B.A. vinnur aukaspyrnu. Dómari samkvæmur sjálfur sér, vill láta taka aukaspyrnur á hárréttum stað. Já, Nigel upp á Pap og það er rangstaða. Kyle að flýta sér. Þeir vilja vinna leikinn þegar þetta. Hann brýtur hann á Ondo. Já, hann sparkar greinilega aftan í hann. Það heyrist vel. Ondo á Daniel. Daniel á Nigel. Nigel með lélega sendingu. Með hættulega sendingu. En hann vinnur á þó aftur. Nigel á Fall. Kemur Fall. Elmar utan á hann. Fall inn í léleg sending. En þeir vinna hann aftur. Aron Walker. Á Fall. Fall á Daniel Badu. Nú getur hann komið með sendinguna. Nei, hann sendur Aron Walker. Aron á Daniel aftur. Og sending inn í en Andri Þór Fjarðarður vinnur boltan. Þeir vilja breyta skyndisóknum. Það er Brynjar 2-2 hérna. Þetta er að breytast í 3-3. Og hann fer inn á teginn en Ondo vel gert. En þeir, það er hættulegt frábærlega varið hjá Daða. Elmar á Nigel, en þeir vinna boltan aftur. Kyle með háan boltan. Líklega 1 mínúta eftir á leiknum. Já, þeir brjóta hérna á Elmar Alla. Mikilvæg aukaspyrna fyrir B.A. Ondo með spyrnuna fram. Pap stekkur upp. Og Junior. Hann fer inn á teginn. Dæmi Og það markspyrnu. er markspyrna. Þeir eru að flýta sér. Já, hann fer illa með hósið þarna. Og það er brot, þetta er líklega síðasta færi leiksins. Síðasta tækifæri.
Það kom með langan boltan inn í teig. Fjarðabyggð. En þetta fyrir út af. Það er nokkuð ljóst. Bæði lið fá 1 stig úr leiknum. En þetta er ekki búið sínast mér. Býðum við Nigel Quashie hérna komin. Nigel. En Kyle gerir vel. Hann bara með skotið hérna. Sem Daði. Já. Daði með langa bolta. Og þá flautar dómari leiksins. 2-2 loka niðurstöður. Í þessum ágæta leik. Byrjaði kannski, var frekar bragðdauður kannski fram að svona 70. mínútu. En þá virtust liðin hrökkva svolítið í gang og voru dýrvitlaus. Já, það var meðvindurinn sem var að hjálpa liðunum. Bæði lið skoruðu, þau voru í meðvind. Já. En við ætlum að segja þetta gott frá Torfnanesvelli. Takk fyrir.